Gunnhildur, hvað svona efst í huga eftir leikinn? Það mjög skringileg tilfinning. Maður náttúrulega svektur hafa ekki unnið þennan leik og hafa tapað og þurfa núna að treysta á aðra. En við bara tökum þessu og við getum ekki svekt okkur mikið lengur yfir þessu. Við þurfum bara einbeita okkur á næsta leik. Austurríki næsta leik, vantilega leikur sem að þið ætli bara að klára. Við komum bara bandbrjálaðir í þann leik og við hefum engu að tapa núna. Svona leikurinn, hann spilast skringilega. Gast þú áttaði á línunni sem dómarinn setti fyrir leik? Nei, því gat ég ekki og ég held að það sé bara best að ég segi sem minnst dómarinn í dag. En svona þetta, svona fótboltinn, maður fær mismunandi dómara og við vissum að því og það ekkert allir sem geta að höndla íslenska hörkuna. Nei, svona í fyrri hálfleik, ég sjálfur átti svona erfiðleikum með að átta mig á því. Í seinni hálfleik þá skildi ég hann ekki. Heldur að Svisararnir hafi hjólað eitthvað í dómarinn í hálfleik? Ég bara veit ekki. Ég veit voða lítið hvað gerist þarna og hvað línu hún setti. Ég skil það sjálf ekki, þannig ég get voða lítið sagt um það. Svona að lokum kannski, þið voru niðurbrotnar í leikslok eins og gefur að skilja, en stuðningurinn í stúkunni magnaður jafnvel eftir leikinn. Hvernig það svona bara fyrir andlega þáttinn að fá svona stuðning? Þetta mjög mikilvægt að standa þarna eftir tap og maður bara mjög down og að standa þarna og öll þjóðin og ég veit ekki 3000 mann sem standa þarna og klappa fyrir manni. Það lyftir manni aðeins upp og gefur manni aðeins orku og það bara varla orð sem geta lýst því hvað þessi stuðningur þýðir fyrir okkur og alveg frábært og þessi stuðningsmenn hafa algjörlega unnið þetta mót.